Konurnar voru báðar misnotaðir í æsku. Sjálfsvirðing þeirra var engin og þær stunduðu vændi árabil. Ég var misnotuð af afa mínum til 5 ára aldurs. Svo þegar ég er 14 ára gömul þá er mér nauðgað. Og ég fór til lögreglu og sagði frá. En þetta nokkur ár síðan en lögreglan sagði að mér hefur verið nær að ég hef farið með bíl með ákveðnum mönnum og ég skyldi láta mér þetta kenningu verða. Og það var svona til að undirstrika það að þetta var mér að kenna. Þegar verið að tala að stelpur sem sofa hjá öllum, að ég var þessi stelpa, að það var bara einhver sem sýndi áhuga og það var það nú. Það var einhver sem vildi mann. Af því innst inni þá fannst maður að vera mjög lélegur pappír. Og maður var bara heppinn að eitthvað vildi mann. Mér var nauðgað tvisvar á unglingsárum. Fyrsta skipti frekar ung, 13 ára gömul, svo aftur 15. Og ég lenti fyrir einelti út af því líka. Að ég breyttist rosalega, var rosalega kynferðisleg og þannig og ég átti rosalega erfitt með að segja nei við karlmenn sem vildu gera eitthvað með mér sko. Og út frá því þá hef ég ekki átt rosalega mikið af vinkonum. Eiginlega bara karlkyns vinum sem hafa þá vilja bara eitt hlut sko. Og ég var rosalega meðferðleg út af því. Ég byrjaði 18 ára á Strippstað sem í Reykjavík og ég mátti ekki drekka þannig en það var ekki farið eftir því og þetta var rosalega, mér fannst þetta rosalega spennandi. Þetta var svona nýtt og þetta var eitthvað sem ég langaði rosalega mikið til að gera sem ég var ung og eitthvað þannig. Maður drekkur frekar mikið af því að því meira sem er búið mann í glas þá því meira laun fær maður og ef maður fær engan króna yfir kvöldið þá fær maður ekkert borgað fyrir að vera þarna. Það var leyft að snerta rassinn, brjóstin fyrir svona 5.000 skall sitt annarkvort brjóstin, rassinn eða eitthvað annað. Ljóminn fór þó fljótt af strippstarfinu og vændið tók við. Konurnar báðar hægt að skilgreina sem óskup venjulega konur í íslensku samfélagi. Ég átti mjög lítið af peningum, fór í gegnum skilnað og var með 2 lítil börn og miklar skuldir. Þannig að ég átti ekki fyrir brauði og hugsaði með mér af hverju ekki þetta. Eftir fyrsta skipti það kemur ungur maður og hann kemur og borgar, mjög kurteis, óskaplega venjulegur, sennilega 15 ára yngri ég. Og svo þetta bara búið og hann fer og þetta var fyrsta skipti og þarna brotnaði ég saman. Og ég grenjaði. Mér fannst ég bara viðbjóður. Ég var algjör viðbjóður. Að fyrir að láta einhvern ókunnan mann koma inn á mitt heimili, barnanna og bara okkar heimili, okkar svona griðarstað, að mér fannst þetta svakalega viðbjóður. Að einhver maður hefur rétt með peninga til þess að þá var ég það. Ég hafði enga góða reynslu á karlmennum. Ég fekk lítið út á kynlífi, ég var aldrei upplifað tilfinningar á kynlífi. Þannig að ég var líka í peningavanda og ég þurfti að finna einhver leið til að redda mér. Tvöfalda lífið byrja strax, alveg strax. Maður þarf að fela allt sem þessu kemur sko. Þetta ekki leikrit. Ég vildi ekki sofa hjá einum karlmanni sem ég hitti. Ekki einum. Þeir hafa keypt líkama okkar og við eigum erfitt með að setja mörk ef við viljum ekki eitthvað. Af því það búið að kaupa okkur og við sem að uppfylla þeirra óskir. Og það notfæra þeir sér? Já, sumir vita af þessu og þeir notfæra sér það alveg til þess ídrasta. Maður fyrir karakter. Við sem erum að vinna heima, við kyssum börnin bless á morgni. Þú ert kannski á kvöldvakt þessa vikuna, þá tekur þau mennin á morgni. Og þá kyssur þú börnin bless í skólan. Og lætur vita að það verði enginn heima þannig að þið ekki að koma heim. Þó ég sé frí að ég þurfa að fara út til að tryggja það að þau komi ekki heim með hann.
og leiða þau eru farin, þá fer maður í sturtu og græði sig til og gera sig vasetta og fyrir það sem að ef einhver hefur búin að biðja eitthvað sérstakt. Svo hringir bjallan og þá bara setur þig í gír og bara maður fer einhvern veginn úr aðstæðum móður, þú ferð einhvern veginn úr þeim gír og inn í einhvern heim sem er mjög ógeðslegur og tekur á móti manninu brosandi og þykist vera að voða gröð í hann og hann kaupir þetta. Og þú ert í raun að leika allan tíma? Þetta er bara leikur. Það er ekkert af þessum konum sem voru að selja sig sem ég þekki til að það er enginn af þeim sem hefur notið þess að vera með þessum köllum sem er að kaupa. Við þykjumst um fullnægingar og við þykjumst njóta þess allt sem er að gera og þeir eru allir með flottasta líminn og allt það. Þetta er bara leikrit. Við erum bara að láta það hafa það sem við vildum fá fyrir peningin. Manstu eftir þessum andlitum, þessum kallmannum sem voru komið til heim? Hittur þú út á götu? Já, það er eitt mjög minnistætt. Hann kemur til mín á morgni, þá var ég á kvöldvakt og hvernig farin í skólan, ég set mig í gírinn, gera klárt inn í svefnherbergi og hann kemur, borgar mér og við gerum það sem hann bað um. Eftir hádegi þá fer ég í Hagkaup og það keyrir hann með næstu niður. Ef hann er að hlusta á hana þá þekkir hann þetta, þá veit hann reynda hver ég er. En hann kjaftar ekki, vegna þess að þar var hann næstu búinn að keyra með mig niður. Þar hann var með konunni sinni og litlu barni í gerru, í ungabúkerfinu, 7-8 mánaða og svo var svona 3 ára barn sem leiddi. Honum brá mjög mikið, það var ekki mér síður. Þannig að ég náttúrulega bara sneri mig strax undan og þóst ekki það. Eru margir giftir menn að sækja það? Þetta eru mjög margir giftir, mjög margir giftir. Eru þeir að ræða sín mál við þig? Voru þeir að því? Ekki allir. Sumir, kona mín er veik og eitthvað afsaka þetta. Eða bara ég er svo óbúslega graður og ég þarf svo mikið kynlíf, kona mín skilur það ekki. Einn segir, ég elskast með konu minni, ég ríð þér. En það er ekki það sem er réttlætir þetta. Að þú ert að kaupa af valdi yfir annarri manneskju. Starfskonur Stígamóta hafa lengi stefnt að opnun vændisathvarfs og þær segja að þörfin sé mikil. Meðferð hér hefur hjálpað mér þannig en að ég á algjörlega nýtt líf í dag. Og það er ekki þetta að lýsa því í einum orðum. Í gegnum árin hafa konur leitað til okkar sem hafa verið í vændi. Í alls konar aðstæðum. Við höfum sendt konur til útlanda sem ekki var vært hérna á Íslandi. Þannig að þær voru flæktar inn í glæpagengi og hefðu aldrei sagt frá því hverjir bakmennirnir væru. Og þetta var eina leiðin fyrir þær. Konur hafa leitað hingað, konur hafa leitað í kvennaathvarfið sem hafa hjartanlega boðið þær velkomnar. En það úrræði hentar þeim ekki mjög vel. Þessi leið út á vændi er löng og hún er ströng. Hugmyndin er að hafa opna athvarf fyrir konur sem eru að koma annaðhvort úr vændi eða mansali. Þar sem þær geta búið í töluvert langan tíma, kannski 3 mánuði, 6 mánuði eða lengur eftir þörfum, meðan þær eru annaðhvort eins og möguleg fórnarlöf mansals á umþóttunartíma og hugsa sig hvað þær vilja gera næst. Eða af því að við þekkjum það að afleiðingar vændis eru oft miklar, mikill skaði, þannig að þær þurfa oft langan tíma til að koma lífi sín aftur á réttan kjöl. Stígamót geta ýmislegt gert án þess að hafa nokkra peninga og við munum halda áfram að gera það. Við erum að opna vændisathvarf eða athvarf fyrir konur á leið úr vændi. Það er langþráður draumur sem er að verða að veruleika. Við eigum fyrir einu stöðugildi og húsalegu. Fólk hefur sýnt okkur ótrúlegan stuðning og velvild og sjálfboðaliðar úr öllum fagstéttum hafa boðið fram krafta sína. Við vitum að við getum unnið miklu betur og meira starf ef við höfum peninga til þess og þess vegna gerum við það sem við höfum ekki gert áður að leita til almennings að gerast mánaðarlegir áskrifendur að Stígamótum. Já, alveg svo við þekkjum með konur og kalla sem hafa verið beitt kynferðisofbeldi, þá er mikil skömm og mikil sektarkennd, kvíði, þunglyndi og öll þessi
allar þessar afleiðingar þekkjum við hjá fórnarlömbum eða þeim sem hafa verið í vændi, nema að það eru oft ýktari afleiðingar, þannig að það er oft mikið sem þarf að vinna. Þetta er átak sem við köllum stingum ekki höfðinu í sandinn. Og svo erum við með tákgræna mynd af sætum strút sem er með hnarreist höfuð og horfist í augum við raunveruleikann. Vegna þess að málaflokkurinn okkar er þess eðlis að það er svo auðvelt að horfa fram hjá þessum vanda. Bæði sifjaspellunum í gamla daga, nauðgununum og núna vændinu. Og við teljum að það hafa orðið slík vitundavakning að fólk gerir sér núna grein fyrir að þetta séu skuggaliðar sem þurfi að losna við. Hingað á Stígamót koma alltaf á hverju ári 30-40 manns í viðtöl vegna vændis eða kláms. Og við höfum tekið á móti mörgum konum hingað viðtöl sem hefðu getað nýtt sér það úrræði að koma í svona athvarf, nema að vera ekki fyrir hendi. Þannig að núna vonumst við til þess að þær konur sem hingað leita, að við höfum upp á þetta að bjóða. Þetta hjálpar þannig að þú ert ekki ein. Þú ert ekki ein að takast á þessi afleiðingar. Maður sér sig svona sem ofsalega sérstaka mannveru, þú ert einskis virði og þú hefur ekkert sjálfsálit. Svo hittur aðra konur sem eru búin að vera að selja sig og það eru með nákvæmlega sömu upplifun á sjálfa sig á bara þjóðfélagið. Að við erum annarsflokks sem er náttúrulega bara vitleysa sem betur fer að þá hefur þessi hópur sem að var núna eftir áramótin, hann hefur náttúrulega miklu bata og við munum halda áfram. Og ég bara hvet allar þær konur sem eru ennþá í þessu, ennþá að selja sig, ennþá í vændinu, hversu gömul sem þú ert, að koma, hringja í Stígamót. Sá hópur sem er í vændi á Íslandi er mjög fjölbreyttur. Þetta eru bæði íslenskur og erlendar konur, sumar hafa verið í neyslu, aðrar ekki, sumar hafa verið með pimp, aðrar hafa verið í svo eigin vegum. Þannig að þegar konur koma í athvarf til okkar, þá sjáum við fyrir okkur og við þurfum að setja upp einstaklingsmiðaða áætlun fyrir hverju eina. Við viljum bjóða þeim upp á viðtöl hjá okkar ráðgjöfum til þess að vinna í áttina sjálfshjálp. Við höfum líka aðgang að ýmsum sérfræðingum eins og hjúkrunarfræðingum, læknum, lögfræðingum, félagsráðgjöfum og svo framvegis. Þannig við getum boðið þeim upp á aðstoð til þess að vinna vel í sínum málum. Sko, einangrunin er minni eftir að byrja í hópnum og þetta er alveg endislega konur sem það þykir rosalega vænt og auðvitað er mikið að vinna í ennþá, en þetta hefur veitt mér meira frelsi. Ég ber meiri virðingu fyrir mér og sjálfsálitið og metnaðurinn er að stíga aðeins hærra, sko. Heldur það séu margar konur þarna úti í vændi? Mjög margar. Það eru mjög margar. Ég notaði einkamál mikið þegar ég var og ég sé það að ég kíkja stundum að neins svona til að fletta og það er ennþá mjög mikið. Kastljós gerði tilraun. Sett var auglýsing 26 ára konu á einkamál.is. Auglýsingin hljóðaði svo. Hef gaman af að prófa nýja hluti, er myndarleg og í góðu formi. Vill helst kynnast fjárhagslega sjálfstæðum karlmönnum og lofa að hann fái margt í staðinn, eða þannig, skilurðu. Viðbröðin lét ekki á sér standa. Fyrstu 3 klukkutímana sem auglýsingin var á vefnum, bárust yfir 100 bréf frá karlmönnum sem vildu hitta stúlkuna og borga fyrir kynlíf. Eftir 20 klukkustundir höfðu borist tæplega 200 bréf frá karlmönnum, nokkur frá konum og 2 bréf frá hjónum. Yfir 1500 manns höfðu skoðað auglýsinguna. Til að fá frekari svör sendi Kastljósmönnunum bréf sem hljóðaði svo. Hæ, ég er með aðstöðu. Venjulegt kostar 30.000, allt auka kostar aukalega. Ertu giftur? Einhverjar sérþarfir? Viðbröðin létu ekki á sér standa. Nánast allir sendu svör tilbaka. Sumi vildi þó ekki svara því hvort þeir væru giftir. Niðurstaðan er þrátt fyrir það sláandi. 20 karlmenn sögðust vera giftir og 7 í sambúð. Margir þeirra sem svöruðu vildu eitthvað annað en hefðbundið kynlíf. Hér er dæmi svör 2 manna. Master notar þig að vild. Þú ert hlutur sem hann notar aftur og aftur. Þú þekkir þína stöðu gagnvart honum. Veist hvað þú ert og til hvers þú ert. Viltu spjalla? Kveðja Master. Hvað er venjulegt? Já, ég er í sambúð og búin að vera það síðan 20. Alltaf með sömu konu, en það er komin einhver leið í kynlífi svo mér vantar spennu. Nei, engar sérþarfir nema ég vil fá það 2 til 3 og vera svona að í 2 tíma, ef þú ert til. Þá er bara að finna tíma til að skreppa söður.
Könnun Kastljós sýnir svo ekki verður villst að aðeins á þessum vef, engamál.is, er eftirspurnin gífurleg. Það sýna hátt í 200 bréf frá karlmönnum sem vildu kaupa kynlíf með henni tilbúnu konu Kastljós. Framboðið er einnig mikið að finna fjölmargar auglýsingar frá konum sem þar falbjóða sig.